Velkomin í þennan þátt af íslenska draumnum. Ég heiti Sigurður Magnússon og er stjórnandi þáttarins. Í þessu þætti tek ég viðtal við Magnús Sverrir Þorsteinsson en hann er stofnandi og eigandi bílaleigunnar Blue Car Rental. Magnús fór á stað með aðeins 5 bíla árið 2010 en síðan þá hefur bílaleigan vaxið gríðarlega og telur bílaflotinn í dag yfir 2000 bíla. Í þessu viðtali fer hann með okkur yfir fyrstu daginn í rekstrinum og hvernig það er að reka eina stærstu bílaleigu landsins. Gjörið þið svo vel. Magnús, velkomin í þáttinn. Kæra þakkir sömuleiðis, velkomin í höfuðstöð Blue Car Rental. Takk fyrir það. Margir þekkja eflaust til Blue Car Rental, eða hafa heyrt það, en þú sjálfur hefur ekki verið mikið í sviðsljósinu. Hver er Magnús Sverrir Þorsteinsson? Magnús Sverrir er bara ósköp venjulegur strákur í Keflavík og fæddur og uppalinn á þessu svæði og lét meira fyrir mig fara ég var yngri sérstaklega tengt fótboltanum en viðskiptalega þá hefur við látið verkið svolítið tala og auðvitað í seinni tíð þegar fyrirtækið hefur stækkað og orðið meira og fleira fólk í kringum okkur þá hefur við orðið meira í sviðsljósinu en mér líður best að vera bara bak við tjöldin og láta sem minnst fyrir mig fara. Þú ert fæddur og uppalinn í Keflavík. Hvernig voru uppvækstarárin? Já, þau voru frábær, gott að búa í Keflavík og ég hef verið alla mína tíð fyrir utan stuðstof í Hafnarfirði árið 2005. Gekk í grunnskóla, kláraði fjölbrautaskóla, spilaði með Keflavík alla mína tíð í bæði bingraflokka og svo seinna meira með meistaraflokki. Og foreldrar mínir eru héðan, eðlilega systkini mín líka. Þannig að ég hef alltaf tengst Keflavík sterkum böndum og mun gera það klárlega áfram. Hvers vegna fluttir í Hafnarfjörð? Það var bara tengt smá fasteignaverkefni sem við fórum í og sem gekk mjög vel síðan og við sjáum ekki eftir því að hoppa á það í stuttan tíma en voru fljótt í Keflavíkur aftur. Já. Þú átt í dag og rekur eina stærstu bílaleigu landsins. Hvað var til þess að ákasta stofna þína eigin bílaleigu? Þetta smitaðist hjá mér hægt og rólega í kringum 2010 þegar við stofnaðum þetta. Árið 2004 þá rak ég bílaleigu hjá pabba mínum og samstarfsfélaga honum, Hans. Og þeir seldu hana 2005 og á þeim tímapunkti var ég líka að selja bíla og var mikið í kringum bíla, bæði bílaleigu og bílasölu og leið vel á þessu sviði. Og í dag er þetta náttúrulega orðið góð saga og við höfum stækkað og vaxið hratt en þú talar stóra bílaleigu, markmið okkar alltaf verið að alls ekki vera stærsta bílaleigan en öllum hins vegar að vera besta. Og það er verið okkur að leiðarljósi í öllu sem við hefum gert að gera hlutina vel og vandlega. Þannig að þú myndir segja að hafi alltaf verið þinn draumur að reka þetta fyrirtæki að vera sjálfur með rekstur? Já og nei. Ég myndi segja ég ætlaði mér alltaf að gera eitthvað og mér langaði að gera eitthvað stórt. Ég var nú ljúgari, ég ætlaði mér að fara í þetta í byrjun en ég stemdi alltaf á því og stemdi hátt og fylgdi vel eftir. Og fengi gott fólk með mér, þannig að hér erum við í dag og erum komið mjög gott og öflugt fyrirtæki í hendurnar. Já. Áttu þér einhverjar fyrirmyndir þegar kemur að fyrirtækjarekstri, einhver svo þekktir sem að raka eða átti sitt eigið fyrirtæki? Ég er alltaf unnið mikið með pabba, bæði vann hjá honum þegar ég var yngri og í dag vinnum við saman. Þannig ég hort mikið til þess sem hann gerði og auðvitað staðið mig hvað næst. Starfa líka með Kjarra sem að rekur K. Steinarsson í dag og gott að vinna kringum hann. Aðrar fyrirmyndir kannski þegar ég var yngri, kannski ekki sérstakt en ég hef náttúrulega tekið ýmislegt frá þeim aðilum sem ég hef unnið mikið með og tengt bæði bönkum og bílaumboðum og fleiri sem við höfum átt í miklu samskipti við. Þannig að maður tekur vissa hluti eða vissa parta á hverjum einum og leggur það í bunkan og tekur svo það besta frá hverjum einum. Og árið 2010 ákveður að fara á stað með Blue Car Rental, þá aðeins með 5 bíla. Já. Geturðu farið aðeins með yfir okkur hvernig fyrstu dagarnir voru? Í rekstrinum. Já, ég get gert það. Við náttúrulega stofnum þetta í 27. mars 2010, erum alveg 10 ára gömul. Tengdaforeldrarnir byrjaði með okkur í þessu, sem fóru svo snemma út úr þessu hjá okkur. Ég sagt þér að við vorum með 4,5 milljón til ráðstöfun til að byrja með. Og fyrstu bílarnir sem við keyptum voru 3 Suzuki Jimny af bílaleigu Akureyrar. Þar sem ég fór að hitta Begga út á Hafnarbakka og keypti hann 3 Jimny og við rúluðum þeim inn í leigun og svo 1 Hyundai Tucson sem við eigum reyndar ennþá. Við stoppuðum hann upp og við höfum geymt hann hjá okkur. Ætlum að nota hann ekkert síðar í safngrip.
En það var bara þannig að það var bara gengið öll verk og þegar netsíðan fyrir lofti þá var fyrsta verk hjá mér að fara inn á Google og googla Carental Iceland og googla Blue in Iceland og ekkert fannst og endaði með því að ég hringdi í þann sem að gera síðuna hvað var eiginlega í gangi og fyndi ekki síðuna mína, þá þurfti ég bara að skrifa bluecarental.is að það var ekki búið að búa til neitt í kringum hana. Þá hófst náttúrulega mikið og stórt markaðsstarf sem við hefum unnið alla tíð síðan þá. En í byrjun var þetta bara þannig að það vakna bara 5 mótnana og tekið á móti bíl og svo var bara leikt út bíl klukkan 12 kvöldið og mestmegnis fór þetta fram bara upp í flugstöð. Ég bara brunnaði upp yfir og hitti fólkið og leiði bílnum bara fyrir utan og kom þeim á stað. Þannig að í grunni var þetta mjög basic, 5 bílar, enduðum sumarið 2010 með 20 bíla og ég var meira sér öðru starfi þegar við fórum á stað. Tók mig fæðingarorlof, áttum stelpu þarna 2009, fór í fæðingarorlof, tók mig sumarfrí og djöflaðist yfir sumarið meðan ég var í annarri vinnu og þannig að þetta var mikill bardagi og skemmtileg saga svona eftir á. Svo var það bara þannig þegar við vorum að leigja bílana, eitt skipti voru 3 bílar á sama tíma og við áttum 5, þannig að það var allir að koma í sama fluginu og það var einhver svakalegasti afhendingardagur sem við séð það sumarið. Og þá var bara staðan þannig að við fórum alla bílunum upp yfir, keyrðum inn og eins og allir þekki í flugstöðinni þá ertu með stæði sem voru að greiða á og þau komu hann í sikkur lagi og ég hleyp út að leigja eitthvað bílunum fættur öðrum og svo hleyp ég alltaf og borgaði út miðan svo ég ekki föst og svo kolla aftur inn í flugstöð og sækja næsta og út og koma honum út og svo gleymi ég kreditkortinu í seinna skiptið því ég átti að fara að koma einum út og þá þurfti ég að fá hann sjálfan til að borga svo til hliðinu eftir ég var búinn að leigja honum bílinn. En þetta var bara sagan, þú veist, maður bara var að byrja og reddaði sér og var engin aðstæður en að vera til að byrja með. Við vorum rétt bara með aðstöðu til að þrífa bílana og líka til að handskrifa þessar samningar sem vorum. Þannig að það var allir handskrifaðar samningar á þessu tíma. En það var bara gengið í hvert verk og farið á stað bara í öll verk sem þurfti að gera. Þetta breytti tíma hjá ykkur. Hvað myndirðu segja að væri svona helst öðruvísi ef þú lítur tilbaka við það að vera með 5 bíla og núna yfir 2000 bíla? Það raun og veru bara allt. Við erum að tala náttúrulega öll gildi sem hafa komið til okkar. Í dag erum við með sölustjóra, við erum með framkvæmdastjóra, aðstoðarframkvæmdastjóra, mannvirkjastjóra, fjármálastjóra og alls konar bara viðhalds og fasteigna og yfirmanni við verkstæðum og fleira og auðvitað hefur þetta allt bara sprottið hægt og rólega gegnum tíðina. Það má eiginlega segja frá 2010 til svona cirka 2018 vorum við að tvöfalda okkur hverju ári. Byrjuðum með 20 bílar, endum með 20 bílar árið 2010. Svo fórum við 40 og svo fórum við 80 og kolli. Og í raun og veru hvers skipti sem við vorum að bæta við bílum, þá þurftum við að bæta við gildum, við þurftum að bæta við ákveðnum verkstæðum og ákveðnum möguleikum til að geta hreinlega bara leitt út alla þessa bíla. Þannig að þetta er mikill skóli sem felst í stækkun og hröð stækkun getur líka verið hættuleg og getur verið mjög krefjandi og erfið. Já, hvað myndir þú segja að væri erfiðast í rekstrinum í dag? Svona heilt yfir tengt kannski reksturnum okkar og tengt kannski það sem í gangi í bæði þjóðfélaginu og flugi og fleira þá myndi ég segja að fyrir mig hefur verið erfiðast að koma að laggirna verkstæðinu. Ég náttúrulega bara kann af alla að skipta dekk sjálfur hvað þá að smyrja og ég var ekki heima allir þar þannig ég fengi góða menn með mér í það að koma því á laggirnar og þau voru komið með 2000 bíla flota og það þarf að smyrja, viðhalda og halda þessum bílum góðum og öruggum á götunum þá þarf að koma mörgum verkefnum og miklu viðhalda af öllum þessum bílum. Það hefur reynst mér kannski hvað erfiðast að koma því áfram en hef fengið mikið af góðu fólki með mér. Svo náttúrulega aðlögun í því að í mikil stækkun og hraðri þróun eins og okkur þá náttúrulega þarf að búa til ákveðin gildi og koma þeim vel inn í hlutina og það hefur náttúrulega verið erfitt en heilt yfir gengið mjög vel en mjög krefjandi. Gríðarlegur rekstur. Hvað verkstæði hjá ykkur í dag stórt? Við erum með, í fermetrum tali erum við að tala þú veist, það orðnir yfir 3000 fermetrar. Við rekum verkstæði, dekkiverkstæði, sölubíla, þrif og fleira. Við erum með sprautuverkstæði, við erum með rúðuverkstæði og við gerum allt nema að selja okkar bíla sjálfur. Við erum bara með fagmenn og aðra betri í því. Yfir 30 mann sem vinna þar bæði á vöktum og bara í dagvinnu og það þarf að sinna því hátt í 20 tíma á dag þegar mest er. Þannig að það eru gríðarleg umsvif og bílarnir okkar þurfa náttúrulega að fara út í góða ásökunarlagi og það er okkar hjartasmál að kunni fái í bílinn í þessu besta lagi. Já.
Hvað eru þið með marga útleigustæði? Við erum í dag með, við erum í Keflavík og Reykjavík og svo erum við með Hólmbursbrautina sem er svona bílamiðstöðin okkar og svona okkar viðhaldsverkstæði. Já, en fólki sækir sem sagt bílinn upp í flugstöð? Já, við erum bara rétt við flugstöðina. Já. Hvað er það sem þú myndir segja að vera mikilvægast í rekstri við bílaleigu? Svo mikilvægast í þáttur? Það sem ég myndi segja í dag, kannski sem að horfði minnst í þegar maður var að byrja, það var bara að keypti bílar og ég ætlaði bara að leigja þetta út og vonandi græða eitthvað pínu á þessu og hafa það gott, skilur. En í dag er mitt svona mesta hjartasmál eru bara forvarnir. Að við höfum lent í banaslýsi á okkur, við höfum lent í slýsum sem fólk hefur slasast illa og við höfum örfáa mínútur með kúnnunum þegar hann kemur. Það er okkur gríðarlega mikilvægt að við náum bæði með e-mailum áður að mætir þegar við hittum hann og ýmsum forvörnum bara með hann að keyra bílinn. Að koma ákveðnum skilaboðum áleiðis og sjálfsögðu náttúrulega bílarnir yfir vetrartímann eru á negldudekkjum. En forvarnamál og svona gæða og öryggismál innan fyrirtækisins, hvort sem það snertir okkar kúnna eða starfsmenn, hafa svona verið þau verkefni sem hafa snert mig mest svona seinna árin. Af því að þegar komið fleiri starfsmenn í vinnu, lendir í ákveðnum vinnuslýsum eða einhverju svona banaslýsum eins og við lendum í umferðinni árið 2014, þá einhvern veginn kemur þetta svona sterkara inn hjá þér og þetta það sem hefur kannski verið hvað erfiðast varðandi bílaleigubransann á Íslandi eru forvarnamál og hvernig mikið af erlendu ferðamönnum að keyra landið okkur. Já, nákvæmlega. Þannig að þið leggið ekstra mikið metnaði það að upplýsa fólki sem að leiga bíla hjá okkur hvernig best að keyra í svo vetrarástæðum og svoleiðis. Og við höfum reynt svona ýmsar aðferðir og erum að koma á laggirnar núna nýja appi sem ég ætla ekki að segja meira frá. En við höfum verið að vinna með DriveGuide, mikið skilaboðum til kúnnans og nálgast hann vel, við gefum honum góðan tíma fyrir flugstöð. En auðvitað fáum við alltaf til okkar kúnna sem kannski komin á 50-aldurinn og það 25 einstaklingur að segja hann hvernig hann á að keyra í móttökunni. Hann ekkert að hlusta alltaf mikið á því. Sama hvað reynir að segja við hann, sama hvað skilaboður með til hans. Hann vil bara komast á veginn og komast í burtu og njóta þess að vera til. Þannig að þetta svolítið flókið og sömulegis er kúltúr misjafna þjóða og landa öðruvísi hér og margir sem koma hingað jafnvel hreinlega bara óvanir að keyra. En þetta annarslagi ákveðið vandamál en heilt yfir er þetta ekki algilt og við erum fullt af frábærum kúnnum líka. Nákvæmlega. Hafið eitthvað lent í að fólk fast út af bílaplan út að kunni ekki setja bílinn í gír? Það hefur gerst og starfsmenn okkur hreinlega þurfa að koma á stað en það náttúrulega erfið stað að fólki búið að borga fyrir hann og hafa með giltu ökuskírteini og þú getur ekki dæmt hann á því þó hann hafi klikkað þar en það hefur stundum komið fyrir að starfsmenn hlaupi inn aftur og segja við okkur að það sé ágætis líkur á þessi bíl sem hann fór út rétt á hann kom inn með skemmta en kemur tilbaka. Þannig að það oft skrifað hjá okkur í ákveðin notes að það gæti eitthvað gerst þarna. Þannig að við fylgjum svolítið með því en mjög erfið stað sem við lendum í þar að fólk hreinlega komast ekki út af planinu og aðrir sem kunni ekki svona beinskittan. Þannig að þetta getur verið smá flókin staða. Þú talaðir áðan að vöxtur bílaleigunnar hefði verið ævintýralegur, nánast tvöföldin í veltu ár eftir ár. Já. Og þetta gríðarlega mikið samkeppni inn á þessu markaði og flestir aðilar að berjast við að leigja út sama bílinn á sem lægsta verðinu. Af hverju hefur eitthvað gengið svona vel? Við frá fyrsta degi höfum náttúrulega fylgt okkar stefnu og ég held að það hafi við höfum markasett Blue-karandann mjög vel. Við höfum einbeitt okkur og sjálfum okkur, ekki stytt okkur leiðir og ég myndi segja að það hefur verið lykillinn sérstaklega framan að. Svo náttúrulega þetta virðum við alla kúnna eins. Við erum hraðir í samskiptum, við erum með góða þjónustu og það náttúrulega verið okkar hjartarsmál innanhús að það eru margar leigur úti sem að leigja Kia Sportage og okkar Kia Sportage ekkert öðruvísi heldur en hjá okkur annar leigu. Þannig að við þurfum að auka upplifun kúnnans og auka upplýsingagjöf og þetta eitthvað sem gerist ekki einni nóttu. Við erum að gera betur heldur í fyrra og reyna að gera betur heldur en í gær. Og það eitthvað sem við höfum haft að leiðarljósi og hefur fylgt okkur allan tíman og það þannig kannski í grunninn sem ég myndi segja að vera sterkasti eiginleiki Blue að þetta pínu rekið þessa fótboltalið og við erum alltaf að keppast og við erum alltaf að reyna að gera betur heldur en í gær. Og það skapar ákveðna menningu og skapar og það smitast inn í fyrirtækið. Og með tímanum þá náum við að herja ennþá betur á kúnnan og gera hann ennþá ánægri og með því verður auglýsing Blue og ímynd bara ennþá sterkari. Hvað eru þið með marga bíla í þetta?
Hversu stóri floti? Þetta rúmlega 2000 bílar. Fyrsta ári sem við minnkuðum var í ár, annars hefur við alltaf stækkað verulega, mjög mikið. Og það var bara ákveðin sjónarmið varðandi bæði flugumferð til landsins og útlit fyrir færri ferðamenn. En 2000 bílar, 2000 vandamál, þannig að það er mikil umsvif og mikið fjör og það er hellingsvinna að koma svo öll í vinnu og halda utan um þetta og hreinlega bara vita hvað allir bílarnir eru. Þannig að þetta er hörku batteri. Telur þær bílalegur sem eru stærri að þessu samkeppnishæfari heldur en til dæmis þessar minni legur sem eru kannski bara með 200-300 bíla? Það fyrir alveg eftir hvernig horfir á það, sko. Okkur gekk mjög vel þegar við vorum minni og það þarf ekkert að vera verra eða síðra. En auðvitað verður ákveðin stærðar hagkvæmi með því að stækka og að þú gera rétt á ákveðin sviðum. Og þú þarftu að koma í ákveðin fjölda og þarftu, mannahald alla sólarhringinn, þú þarft verkstæði og þú þarft alla umsýslu í kringum bílana. Þannig að oftar getur nýtt kannski fólki enn betur í því sem þú ert að gera þegar þú ert komið með meiri fjölda bílum og meiri veltu til að rúlla öllu batteríinu. Hvað eru helstu áskoranir sem þið tækist á við þetta? Það eru bara fjölmargar. Við erum náttúrulega samkeppnin mikil, búið að vera verðstríð á markanum. Síðustu 2 bílalegur ári er ekkert rosalega góð, heilt yfir. Hagnaður dregið saman 94% síðan 2016, sem er auðvitað áhyggjuefni. Niðurfelling vörugjalda hefur náttúrulega verið tekin af okkur. Við erum núna náttúrulega margar legur á markanum sem eru komna með mikið keyrðan flota en auglýsir samt sem áður sem með nýja bíla. Það er áhyggjuefni. En áskoranir eru eiginlega bara þær hjá okkur og það sem við höfum kannski helst verið að keyra inn á þessu okkur, að við erum bara að setja mestu pressun á okkur sjálfa að gera enn betur. Og horfandi í einhverja utanaðkomandi þætti eða vera grenni yfir hinn á þessu, hefur við bara sturtað niður og einbeitað okkur bara að gera, taka bara stærri bit á kökunni og gera enn meira heldur en við höfum verið að gera. Það fer ekki fram hjá neinum sem að þekki til ykkar eða ykkur hefur tekist að byggja upp gríðarlega gott teymi í kringum ykkur, að starfsfólki og andinn er gríðarlega góður. Hver myndirðu segja að vera lykillinn af því? Ég myndi segja að lykillinn væri, starfsfólki sjálft verður alltaf að skapa ákveðna umgjörð og ef því líður vel þá náttúrulega verður allt betra. En lykillinn í þessu held ég, ef ég tek svona frá okkar sjónarhorni og kannski stjórnendum, er að við erum mikið á svæðinu. Við erum með 8-5. Við fylgjum öllu eftir. Ef það er eitthvað vandamál þá er leyst strax á eftir. Stuttar boðleiðir, mikið samheldni og auðvitað erum við duglega að gera eitthvað sama. Það er þeir sem þekkja Blue og sérstaklega í samfélaginu okkar vita að við erum duglega að hvort sem það er halda partí eða eitthvað fögnuð eða við fögnum mikið öllum sigurum, hvort sem það er í fjölda bókana eða náum einhverjum markmiðum eitthvað, þannig við erum duglega að halda upp á það. Og svo kemur náttúrulega bara þessi algilda eins og við kerum á þetta blue thinking að fólk sé svolítið svona blátt í gegn og við höfum svolítið keyrt á því í okkur. Mikið af fólki sem hefur unnið á okkur í lengri tíma, mikið af fólki sem að ég þekki vel og þekkist vel innan hús og mikið af vinum sem vinna þarna. Og ég tala við sjálf með það, náttúrulega eru forréttindi náttúrulega frábær fyrir mig, það er náttúrulega mikið af mínu bestu vinum að vinna þarna og starfa með okkur og sömuleiðis fjölskyldumeðlimir og ættingjar, sko. Þannig að ég held að þetta sé svona þessi blue samveldi sem að skapar þetta. Þú talaðir áðan að það ná lengra en þú bjóst við. Hvað var markmiðið í upphafi þegar þú fer af stað árið 2010? 2010 þá náttúrulega er þetta eins og við endum með 20 bíla og það var alltaf spurt mér svona hvað ætlar að gera þetta stórt og ég sagði að þetta verður aldrei stærri en 100 bílar. Og þá var ég spurður hvað en ef þú ert með 100 bíla eitthvað inni. Nei, ég ætla aldrei að hafa bíla eitthvað staðar á einhverju plani númerlaus og hangandi. Það er, sú saga hefur aldeilis breyst. En ég myndi segja að ég er 37 ára í dag, ég er 27 ára að stofna með þetta. Og 90 starfsmenn, hagnaður 10 ára í röð. Eins og sagðan, vinir minn að starfa með mér. Mamma, pabbi minn, systkini, mágur, tengdamamma. Mikið bara frábæra fólki í kringum mig. Þannig að ég held ég vera ljúgar, ég myndi segja ef að ég hefði búist við að þau kæmust á þennan stað
en auðvitað með mikill elju og miklu metnað og alltaf með það að leiðarljósi að gera betur í gær heldur en í dag heldur en í gær. Þá kemst áfram og auðvitað þetta partur af heppni og fá rétt fólk með sér. En ég væri held ég að ljúga hefði haldið að við værum komin á þennan stað eftir 10 ár þegar við byrjum. Mitt. Hver myndirðu segja að væru markmiðin í dag eða markmið Blue Car Rental? Við erum í rauninni bara ennþá að móta okkur örlítið. Það náttúrulega hefur farið svona smá breyting á starfseminni okkur svona síðustu 2-3 ár bara út af því við erum orðin stór og erum mikið af fólki. Við erum að móta okkur rosalega vel í starfsmannastefnu, þjónustustefnu, gæða og öryggismálum. Þannig að við erum að svona taka til aðeins meira innanhús og sömuleiðis bara vanda okkur bæði í starfsmannavali og hver næstu skref sem við ætlum að gera. Markmiðin í rauninni bara að gera fyrirtæki bara enn stöðugra heldur en í dag og reyna að skila því arðbæru og svona vel reknu fyrirtæki. Og ég mættur alla daga vikunar bara kl. 8 og tek þátt í öllu sem að gerast og ég hef alltaf sagt að leiðið við gera það ekki, þá verður Blue Car Rental til sölu. Mér finnst það gaman, þetta barnið manns og þetta áhugamál. Og hér kem ég og eins og ég sagði, hér allir vinir mínir og ættingjar og fjölskyldumeðlimir. Þannig að mér finnst gaman að koma að vinna. Og eins og sér þá þetta svolítið svona, hefur við keyrt á svolítið svona Blue heimili eða Blue fjölskyldu og hér getur fólk komið og slaka á helgar og verið notið þess að koma í vinnuna og vilja helst ekki fara heim, þannig að við reynda að skapa svona ákveðna menningu og góða stemningu okkur. Já, þannig að þú horfir ekki á þessu vinnu í raun? Nei, ég held ég myndi ekki gera það. Þetta er mikið áhugamál og ég er ennþá jafn kappsamur og með jafn mikla greddu og þegar ég var að byrja í þessu. Auðvitað eins og öðruvísi, maður var náttúrulega í öðruvísi verkefni þegar maður var í byrjun. Og núna í dag er náttúrulega bara komið svo mikið að góðu og færi fólki í kringum mig og okkar teymi. Þannig að ég geri aðra hluti heldur en ég gerði þá. Og sem betur fyrir, það er bara komið fólk sem er betri í mörgum af þessum hlutum. Það er kannski verið líka styrkleiki í Blue á mörgu leyti að fá inn gott fólk og fólk sem er bara fært á sínu sviði. Og við erum gríðarlega heppin með það að öllu leyti hjá Blue Car Rental. Nákvæmlega. Nú er bróðin framkvæmdastjóri. Hvernig gengur það samstarf á milli ykkar að vera að vinna daglega saman? Við erum eins og sömu skrifstofu, þannig að það gengur vel. Við erum bestu vinir. Við vinnum gríðarlega saman. Hann er alltaf bara kominn inn í rekur þetta alltaf bara með okkur hjónunum. Það sem hann hefur gert síðan hann kom inn til okkar er náttúrulega bara hann setti Blue Car Rental á annan stall. Hann ég veit ekki hvort hann eftir að heyra þetta en hann er miklu klárar en ég og alltaf öðruvísi hugsunamaður heldur ég. Ekki eins kaldur en hann gerir hlutin öðruvísi. Og núna hann náttúrulega hefur keyrt upp markaðsmál, hann hefur keyrt upp mikið af allt tengt heimasíðunni okkur og flótanum. Þannig að hann er unnið svona unnu verkefni og er með gríðarlega marga sem hann er að íta áfram og koma fyrirtækinu á hærra plan og taka næstu skref. Þannig að hans nærvera og bara þekking innús er bara gríðarlega mikil og smitar út frá sér í alla aðra í fyrirtækinu. Ágætt að koma fram, hann er ekki eins sterkur í reyndar en hann er fínn strákur. Já. Eftir að hafa sagt þetta, hvað myndir þú segja að væri svona helsti styrkleikinn þinn í því sambandi? Tengt þessum rekstri myndi ég segja að hann væri algjörlega sá að vita mína styrkleika, að þú tala um styrkleika. Og þeir eru þeirra, ég vali rosalega mikið og góðu fólki kringum mig. Og það fólk hefur komið fyrirtækinu í rauninni komið fyrirtækinu á þann stað til að taka næstu skref. Jú, okkur gekk vel í byrjun þegar við vorum fá, en það þurfti meira til að komast lengra. Góður í samskiptum, þykir vænt starfsfólkið mitt. Og fljótur að hugsa, myndi ég segja. Og alltaf mættu til að gera betur heldur en ég gera og ég held að það er svona fleytt mann eitthvað lengst í því sem að gera þetta. Gríðarlega metnaðarfullur. Já, ég held að það er eiginlega sama hvað ég þarf alltaf að vera betri en hinir eða vinna eða búið til einhverja keppni og ég held að það breytir seint en það er einhvern veginn svona mitt viðmót og alltaf svona, já, lagt mig mikið fram í því sem ég geri. Hvernig sérð þú framtíð íslensku ferðaþjónustu?
eins og núna búið að vera gríðarlegur uppgangur. Já. En núna virðist vera að hægjast aðeins á markanum. Klart mál að við erum búin að horfa á gríðarlega uppgang allan að síðan ég byrjaði að fylgjast með og við stofnuðum fyrirtæki árið 2010 og við höfum tekið heldur betur þátt í því við náttúrulega byrjum á góðum tíma. Eðlilega verður þetta ekki alltaf svona og ef mann horfir kannski ekki tilbaka á síðustu 12 mánuði sem hafa kannski verið þeir sístu síðan að allan í svona ferðamanna fjölda og ferðamanna aukningu síðan við byrjum, þá ég bara hörku bjartsýnn og ég held við eftir að ná okkur aðeins upp úr þessari lægð sem núna. Eðlilegt í öllum stéttum eða öllum bransa að það komi eitthvað smá lægð. Menn þurfa bara aðeins að bíta í súra eplið og taka því en við erum nokkuð bara brött og það allir innviðir eru klárir á Íslandi, við getum tekið miklu fleira fólki þó orðrámur stundum sé það að Ísland sé að vera fullt en ég held að sé af og frá og auðvitað hefur túristum skapað margt það er búið að byggja mikið, það hefur orðið mikil atvinna og húsnæði hefur hækkað þannig að við þurfum að halda áfram á túristan og vonandi bara bætir henni í og heldur jöfnum hraða í aukningu. Við þurfum ekkert að vera með einhver hörku skoti inn á milli. Það aðalega bara að halda jöfnum hraða og elski að koma út í Íslands og njóti þess að vera hérna. Hafði gjaldþrot WOW mikil áhrif á okkur? Já, að mörgu leyti og við náttúrulega fórum í ákveðina aðlögun bara hjá okkur og voru svo sem byrjar á því áður að þeir fóru á hausinn. Auðvitað þetta 25% minna farþega sem komu og minni leitun eftir flugi til Íslands. Þannig að við þurftum aðeins að aðlaga okkur en ég held að við höfum gert það bara nokkuð vel. Skruppum aðeins saman, fyrsta sinn sem við náttúrulega minnkum flótann og ég held hægt og rólega. Við erum ekkert að óska eftir einhverja aukningu upp á einhver 20% á hverju ári eða rúmlega það skilur. Við viljum bara sé stöðu aukningu eða stöðu ánægju hjá fólki að koma til landsins. Og ef það þá erum við glaðir og við fáum bara okkar skerf á kökunni og vonandi bætum bara í hana hægt og rólega. Þegar þú horfir tilbaka á þitt viðskiptaferli, hvað væri það svona helsta sem þú vilja breyta eða gera öðruvísi? Hugsa kannski aðeins stærra bara frá byrjun. Það hefur kannski verið svona erfiðast auðvitað að segja núna. En við höfum getað gert verkstæði stærri í byrjun, við höfum getað keypt fleiri bíla í byrjun eða verið með öðruvísi húsnæði tengt okkur. Þannig að staðinn fyrir höfum við verið að stækka aftur og plástra inn á milli og betrumbæta það sem við höfum kannski getað gert stærra í byrjun. Og það eitthvað svona sem ef ég horfði tilbaka að ég vilja kannski vera bara með svona stærri sýn og kannski meiri þekking á það hvað við gætum gert. En það rosa auðvelt að sitja hérna núna og segja það sem að maður var ekki svona vitur á þessum tíma. En svona já, í grunninn hefði ég viljað fara aðeins stærra í marga hluti sem við gert og það hefði við gert svona í síðustu 2-3 ár. Við höfum hugsað stærra og lengra inn í framtíðina. Nákvæmlega. Og þú myndir segja að það væri það mikilvægasta sem þú lært á þínu ferli? Nei, ég tek náttúrulega, það tekið svolítið til mín. Ég hefði viljað gera betur. Ég náttúrulega búin að vera í samskiptum með ótrúlega miklu og mikið af góðu og færi fólki. Og eins og ég sagði í byrjun, þá tekur maður eitthvað frá hverjum einum. Lært rosalega mikið af fólkinu bara sem ég að vinna með líka, með þeim daglega og hvort sem það í fasi eða þekking á því sem það að gera. Öllum umbúðunum, bönkunum og bara fullt af byrgjum sem við vinnum með. Þetta tekur maður ýmislegt frá hverjum einum. En svona mér mjög mikilvægt að eiga í góðum samskiptum við byrgjan okkar og það sé traust og sambandi okkur við flesta byrgja okkar, tryggingafélög, banka, bílaumboð er gott og hefur varið lengi þannig að við viljum að það sé áfram og erum ekki að færa okkur auðveldlega frá þeim sem við vinnum með. Hver eru stærstu mistök sem þú hefur gert á viðskiptaferli? Mistök, fullt af mistökum sem ég hef gert, alveg hellinga, menn ef ég pikk út einhver stærstu þá ég örugglega í smá vandræðum. En eflaust eru mörgana sem ég hef gert og kannski einhver annar sem þyrfti að pota í mig með það, en ég held svona kannski á ákveðnum tímapunkti þá vorum við að skoða mikið hvað aðrir voru að gera. Einbeita okkur að hvernig þeir voru að verðleggja sig, hvernig þeir voru að kaupa bíl og annað. Og það einhvern veginn svona fórstundum að þessu töðunar með hvað maður var að pæla mikið í þannig að við snerum bara við og í dag auðvitað virðum við alla samkeppni og virðum hvað þeir eru að gera en erum rosalega fókuserar á sjálf okkur. Alltaf að betrumbæta og hvernig við viljum hafa hlutina. Og ég svona pinpointa aðeins út kannski með það, þá var það svona kannski smá svona þegar maður fór smá hliðarskref með það en
en einhver stór mistök eflust einhver en ekki að tengja okkur núna en fullt af litlum mistökum, hellinga og fullt af veggjum sem við lenda á þannig og eflust þetta hlæja einhver hvað maður var að pæla á þeim tíma að gera þetta svona en það er bara lærdómur líka. Já, þannig í rauninni engin stór mistök en þú hefur lært fullt af litlum. Já, en það er eins og segja, það er einhver en svona í stærri kantinu það sem við séð eftir eða gert rangt eða vitlaust myndi ég ekki geta svona bent á akkurat núna. Myndirðu ráðleggja einhverjum í dag að stofna sín eigin bílalegu? Nei, ekki séns, ég myndi ekki gera það. Nei, auðvitað stofnum við þetta náttúrulega góðum tíma, það er erfitt að komast þennan markaði núna, þetta er náttúrulega orðið mikið af stórum bílalögum. Þetta var rosa vinsælt á sínum tíma, 2010-14 að stofna bílalegu og margar hverjir að hætta í dag. Þetta er fjárfyrirleikubransi. Það þarf mikið mannskap og raun og veru smá erfitt að koma sér inn. En ef ykkur langar að prófa og er spenntur fyrir þessu þá er það náttúrulega bara að gera en þetta er erfið bransi og tölurnar síðustu 2 ár þar sem hefur orðið mikið verðstríð og gengið er hátt og bílarnir eru dýrari og þá hefur verið erfiðari rekstur á þessu. Þannig að akkurat núna er ekkit skemmtilegasti tími til að koma inn í bransan en ef ykkur er bjartsýnn og ef trúir sér þá er að gera að prófa en ég myndi ekki mæla með því. Já, þannig að þú myndir segja að markaðurinn í dag er meira stærri aðila heldur en eins og þetta var mikið af litlum aðilum. Algjörlega en auðvitað byrju allir þessi aðilar sem eru í þessu dag smátt og hafa komið sér á ákveðin stað en það er alltaf, í dag myndi ég segja að vera mjög erfitt að reka góða 200-300 bíla leigu. Þú ert allan að vera rosalega virkur og athugull og gera það vel og vandlega eða þú ætlar að gera að hafa eitthvað út í og skila þig vel að þér. En ég held að það er orðið að marka þá stóra leigur að það er orðið nokkuð erfitt að fara inn á markaðinn ef maður sér með mjög góða og skýra stefnu og jafnvel góða þekking á því fyrir. Svo eru þið byrjuð með á þessu ári verkefni sem heitir Blue Cares. Geturðu sagt mér aðeins frá því? Já, heldur betur. Það er eitt svona skemmtilegri svona verkefni sem ég kem að þessa stundina og verkefni sem við dreigið svolítið vel inn í fyrirtæki okkur. Áður fyrir var þetta svolítið ég og frúin eða einhverju tengt okkur að gera þetta svona í persónulegum erindagjörðum og láta gott á okkur leiða. Þannig að núna erum við búin að ramma þetta inn í svolítið svona formfast verkefni þar sem að við styrkjum ákveðnar stofnanir eða gerum einhverja hluti fyrir krakka sem þurfa á aðstoð að halda. Og Blue Cares hefur einhvern veginn svona skapað sér ótrúlega góða svona samstæðu innan fyrirtækis okkar þegar fólk náttúrulega bara sem að tekur þátt í þessu hefur endalaust gaman að hitta krakka sem þurfa á umönnun að halda og eru jafnvel veikir að einhverju leyti, hvort sem það tengist einhverju þroskahömlun eða einhverju öðru. Og við í gegnum tíðina höfum, eins og sagðan, verið mikið tengd svona verkefnum, en erum núna bara rammið inn í eitt flott verkefni sem er kallað Blue Cares og við erum núna til dæmis að bjóða upp á síðun okkar erlendu ferðamenn sem eru að bóka okkur að donata inn í sjóðinn og við munum síðan taka þann pening og nota hann í gott málefni og auk þess bæta við hann líka. Þannig að við erum fullt af verkefnum í gangi og höfum svolítið horft á hæfingarstöðina, Öspina og Eikina sem eru innan skólans suður frá og innbyttum okkur eðlilega mikið að þessu svæði þar sem við erum hvað mest. En Blue Cares er eitthvað sem er komið til að vera og vonandi á eftir að vera bara enn stærra og meira og flottara verkefni. Nákvæmlega, þannig að þú sérð fyrir þér að þið muni gera ennþá meira af þessu. Já, þetta er bara byrjunin. Þetta snerti mig að mörgu leyti og mér þykir vænt að koma að svona verkefnum. Vorum einmitt bara síðustu dag að taka þátt í einu verkefni og fleiri í pípunum. Og algjör forréttindi bara hreinlega að geta gefið af sér og glatt aðra með svona og það er eitthvað sem skapar hlýtt hjarta. Fyrir þá sem er að horfa á þetta viðtal núna og hafa kannski áhuga á því að stofna sér eigin rekstur eða byrja með fyrirtæki, hvað myndirðu ráðleggja? Hver ætti að vera fyrstu skrefin? Það er að búa til áætlun, en fyrst og fremst er kannski ekki, það er ekkert allra að reka fyrirtæki, það er fullt af frábærum einstaklingum bæði með miklar gáfur og mikla þekkingu sem eru að gera að hefur ekki gengið vel í fyrirtæki rekstri sem slíkum en ef fólk er að spá í því þá er fyrsta lagi að vera með skýra stefnu, vera skuldsetja sig ekki mikið og fylgja algjörlega hjartan í því sem er að gera. Og ef þetta er gert og jafnvel með rétta fólki í kringu sig en ef þetta byrja menn oft mjög smátt eða konur og það er kannski ekki margir í kringu því en fá fljótlega fólk í réttar stöður og á réttar staði með sér.
En ég segi, það ekkert allra að vera með fyrirtæki, oft bara gott hreinlega að vinna með eða hjá öðrum og fólk eru auðvitað að meta það. En í grunninn að fylgja hjartanu og stefninu sem þú býr til í byrjun og vera með svolítið formfasta, vera búin að negla niður hvað þú ætlar að gera. Já, ertu að tala að búa til eins og rekstraráætlun? Já, mér finnst það í grunninn, það svolítið, auðvitað náttúrulega rosalega gott að henda ykkur upp í Excel-skjalið og veist ekki alveg hvað þú ert að fara út í. En aðalega hvað langar að gera? Er þetta eitthvað sem að þú telur og getur gert vel? Og er þetta eitthvað sem að þú heldur að gæti orðið að veruleika með því að fylgja eftir því sem langar að gera? Þannig ég held að í grunninn er þetta stefna hvort sem þú býr til eitthvað góða áætlun eða eitthvað góða tölur í ákveðnu skjali. Það er aðalega bara hvað þú sérð fram á og getur komið þess áleiðis. Já, nákvæmlega. Taka svo meðvitað ákvörðun að þetta sé virkilega eitthvað sem þú vilt fara út í. Algjörlega og strax í byrjun myndi ég segja. Já. Hvar sérðu sjálfa þig eftir 5 ár? Ætli ég verð ekki bara inn á skrifstofu sem ég var að sýna þér áðan. Ég held að sé ekkert að vera að breytast því. Mér finnst þetta hrikalega gaman. Krefjandi og mikill hraði. Eitthvað sem mér líka mjög vel. Og Blue Car Rental á helling eftir í að móta sig og styrkja sig þó að sé búin að gera fínt hingað til. Og ég ætla að taka pólum með því og halda áfram að vinna með þessu frábæra fólki og vinnum og fjölskyldu sem er með mér. Þannig að ég verð á pottit á samastað. Nákvæmlega, gaman að heyra það. Já. Er það eitthvað svona daglega sem þú gerir til þess að byggja sjálfað upp? Talar að mikið þetta vera betri útgáfa sjálfum sér í dag heldur en í gær? Hlustar á einhver podcast eða lest einhverja bækur? Nei, ég lít að því. Sinni fjölskyldun minni vel, æði vel. Og annað er ég náttúrulega bara, ég er mikið á ferðinni, þannig að ég hitti mikið af fólki. Mér finnst það gaman. En tengt einhverju ég horf lítið á sjónvarp, hlusta lítið á útvarp, les ekki bækur, spila ekki golf og veiði takmarka. Þannig að mér finnst gaman að ferðast og rosalega gaman í íþróttum, öllu tengt íþróttum. Eins og ég æfi mikið og það er líka áhugamáli mín en í grunninn mikill fjölskyldumaður og finnst gaman í vinnunni. Myndirðu segja að hreyfing væri mikilvæg? Já, það er smittast vel inn í fyrirtækið að æfir fólk vel og flestir í vel á sig komnir. Þá segi ég flestir, það er einhverju, nei ég segi svona. En já, það er mikil æfingamenning innan fyrirtækisins og auðvitað geta stjórnendur smittað það eins niður líka. Og hér hlaupa flestir út í hádeginu og hreyfa sig aðeins og koma rétt rúmlega eitt tilbaka og halda áfram ferskir inn í daginn. Í lokin ætlum við að taka smá orðaleik sem virkar þannig að ég segi eitt orð og þú átt að segja orð eða setningu. En það er ein regla og mátt ekki nota sama orðið eða setningunum tvisvar. Ok. Ertu tilbúin? Já. Húsið sem þú býrð í? Stórt. Draumabíllinn? Porsche. Fjölskyldaðinn? Æðisleg. Peningar? Bónus. Ástríða? Mikil. Íslenski draumurinn? Sammála. Blue Car Rental? Bestir. Magnús Sverrir Þorsteinsson? Mennilegur drengur. Frábært. Magnús, takk fyrir að koma í þetta viðtal. Ég heiti Magnús Sverrir Þorsteinsson og ég er eigandi Blue Car Rental. Þetta var Íslenski draumurinn.